Morgunverðarfundir Advania. Þekkingarmiðlun á heimsmælikvarða. Ég fekk það hlutverk að vera rödd skynseminnar hérna í dag. Það nú oftast gæðin sem kemur og dreipur alla skemmtilegu hugmyndirnar. En ég ætla nú reyndar að vonast þess að að gera það ekki og slökku ekki að neinum góðum hugmyndir sem að hafa kviknað eða því að við komum með hérna í morgun. En ég ætla aðeins að fara bara svona yfir aðeins svona hvað gott að hafa í huga þegar farið í þessa vegferð og svona hvað við höfum verið hvernig við höfum verið að koma að og aðstoða fyrirtæki sem að hefja þessa vegferð. Egoð mitt svolítið sjálfhverft í kringum KPMG. Ég hluti af teymi ráðgjafa inn á ráðgjafasviði sem að sinna upplýsingatækniverkefnum og svona okkar helsta nálgun þá rauninni hlutleysi okkar, það að við höfum ekki sérstaka hagsmuna af því að einhverjar sérstakar lausnir eða útfærslur séu valdar umfram aðrar. Það svona oftast forsenda fyrir því sem við komum inn í verkefni og í fjölmörg spennandi verkefni á sviði upplýsingatækni. Nú, eins og við farið yfir í morgun þá upplýsingatækni útvistun sannarlega ekki eitthvað sem nýtt af nálinni. Þetta á flestum sviðum rekstrar orðið svona búið að vera viðtekin venja og upplýsingatækni líka. Það sem hefur kannski verið að gerast að þjónustur hafa verið að þroskast, þannig að tækifæri og möguleikar að breytast, þjónustur orðnar afmarkaðri, þannig að í rauninni svona tækifæri og nálgunin orðin miklu fjölbreytilegri og í því hvernig þetta að standa að þessu. Og sömuleiðis forsendurnar fyrir því sem að fyrirtæki og stofnanir fara í þessa vegferð misjafnlegar. Fjárhagslegur ávinningur sannarlega oft stór þáttur en ekkert endilega stærsti þátturinn. Það getur verið einföldun í rekstrarumhverfi, nú áhersla á kjarnastarfsemi eins og Daði fór yfir og tækifæri sem að því felast í sér og svo skalaleiki þar sem að í þeim tækifærum þar sem að mikla sveiflur eru í rekstri og annað, þannig að það eru ýmsar ástæður fyrir því að fyrirtæki og stofnanir huga að þessu og eru svona leiðandi því sem að það sem að sækjast eftir. En það fylgja þessu líka ýmis verkefni sem að koma til og það svo sem svona eins og gagnaflutningur, það oft að færa kerfi yfir í nýtt umhverfi eða samþætta við önnur kerfi sem eru jafnvel ekki útvistuð, ýmis kjarnakerfi. Nú, regluverk, hvaða regluverk gildir þá stofnanir og fyrirtæki, það getur haft mikil áhrif á hvaða leiðir eru í boði. Nú, öryggismál, hvort sem að þau eru svona físísk eða svona það sem að kalla svona upplifun á öryggi. Nú, náttúrulega bara mannauðsmál, hvað áhrif sem að þetta hefur á fólk sem að fyrir og hvað áhrif það hefur á þeirra störf. Sannarlega það breytast hlutir getur haft mikla breytingar á hagi starfsmanna og síðan bara yfir kerfum, þannig að hvað áhrif hefur þetta á í rauninni þá stjórn sem að við höfum í umhverfinu. Það fylgir í gjarnan útvistun að þú ert að eftirláta þjónustuaðila að sjá hlutina og það eðli málsins samkvæmt, þá hefur það áhrif á hversu mikla stjórn þú hefur í rauninni á svona daglegu rekstri. Og síðan náttúrulega bara útfærsla á samningum og samningsákvæðum og svo samskiptum. Þetta allt hlutir sem að fylgja útvistun og þetta svona kannski það sem að við höfum verið aðstoða okkar viðskiptavini við og mér langar svona að fara yfir nokkur atriði og hvernig við nálgumst það.
Nú, fyrir að fyrsta rauninni kannski bara hvernig að leggja línurnar. Oftast nú fyrirliggjandi svona búið að vinna business case og maður búin að horfa á þetta svona út frá afmörkuðum þætti. En bara það tryggja það að allir aðilar svona séu meðvitaðir hvað það sem að drífa verkefnið áfram. Eru forsendurnar fjárhagslegar eða eru eins og hjá Strætó kannski meiri áhersla á að ná fókus og koma fleiri verkefnum í framkvæmd. Hverja á útvista, það hefur mikil áhrif á umfangaverkefni. Er þetta afmarkað þjónustur, vel skilgreind afmarkað þjónustur sem hefur hugsanlega tiltölulega lítil áhrif á starfsemin eða starfsmennina, eða er þetta allir innviðir sem að geta haft mikil áhrif á það hvernig jafnvel stóran hóp starfsmanna. Það hefur mikil áhrif á hvernig umfangi á verkefnin er. Nú, hvað einkennir starfsemina? Er þetta fyrirtæki sem er í 24/7 rekstri, þannig að það þarf að vera hár uppitími allan sólarhringinn, alla daga? Eða er þetta fyrirtæki sem sinnir skrifstofuþjónustu jafnvel bara á dagvinnutíma? Hvað gerist ef að kerfin fara niður? Tapast milljónatugir á hverjum klukkutíma ef að sölu síðan fyrir niður, eða er þetta meira svona bara óheppilegt að starfsmenn þurfa að finna sér eitthvað annað að gera þennan klukkutíma, en svona hefur ekki beina fjárhagslega skaða? Og þetta transleitast yfir náttúrulega í það hversu háar uppitímakröfur og rekstrarkröfur þú gerir svo á endanum þegar þú í þínum samskiptum við þjónustaðila. Það vilja allir hafa háan uppitíma og það vil enginn missa kerfin niður, en þegar þú fer að ræða hvort þú vilt 4 nýjur eða 5 nýjur, þá kostar uppitími, það kostar að tryggja það að kerfin fari bara alls ekki niður. Þannig að það er mikilvægt að átta sig á því hvað merkingu það hefur. Og síðan það líka bara væntingar hagsmunaaðila, stjórnenda, starfsmanna og upplýsingatækni sviðs og þeirra sem að verkefni hafa áhrif á, hafa allir sömu væntingar til verkefnisins og sama skilning á því hvaða áhrif þetta hefur. Og þetta kannski þetta þáttur sem mjög, ég held að sé svona, við sjáum oft vanmetunum mann hafa tilhneigingu til að svona túlka frekar heldur en að vinna með. Þannig að þarna það oft sem við gjarnan förum inn og þetta mjög mikilvægt að ræða við hagsmunaaðila og heyra hvernig menn sjá svona hluti fyrir sér. Það oft sem að menn hafa einhverja reynslu af upplýsingatækni útvistun, jafnvel annar staðar frá, og hún getur verið góð eða slæm, og það getur haft bara heilmikil áhrif á það hvernig gengur svo seinna í innleiðingarferlinu. Þannig að þetta eru svona í rauninni fyrstu skrefing, ofan bara kannski svona grunn þarfagreiningu og að svona leggja grunninn að verkefni. Nú, síðan í sjálfu sér það þá aftur kröfugreiningin, að taka saman hverjar eru kröfurnar sem að þarf að setja fram fyrir þjónustu veitendur. Og þar skiptir náttúrulega kannski fyrir að fyrsta bara það regluverk sem að gildur starfsemina. Því að við endalega heyrt mikið talað í sérstaklega kringu skýjaþjónustur, hvar má vista gögn, stríðið við Safe Harbor og baráttu Microsoft og Apple við bandarísk stjórnvöld og fleiri þeimtúr. Og þannig að þarna bara mjög mikilvægt að átta sig á því hvaða gögn erum við að vinna með, hvaða regluverk gildir það. Er einhver lagarammi sem að setur okkur einhver
takmörk í því hvaða þjónustur við getum nýtt. Og síðan aftur bara að skilgreina vel þjónustustigi sem við þurfum að fara fram á. Eins og ég sagði, það hefur áhrif á verð ef við ætlum að setja þjónustukröfurnar mjög hátt. Það er þjónustuframboðið fara að geta veitt mjög háan til dæmis upp í tíma. En eðli máls samkvæmt þá kostar það. Og síðan það sem til að vera mjög mikilvægt að það að í kröfulýsingu þá komið fram viðskiptaþarfir félagsins. Það er rauninni miklu frekar heldur en að setja fram tæknilega lýsingar á því hvað menn vilja fá fram, að þjónustu veitandi þegar hann fær kröfulýsingarnar í hendur, að það komi betur fram hvað það er sem að þú vilt fá fram. Þjónustu veitendur geta haft mismunandi leiðir til þess að ná fram þínum viðskiptahagsmunum. Þannig að ef að kröfulýsingin er mjög tæknileg og dítelurð í nákvæmlega hvernig þjónustan á að vera framsett, þá getur vel verið að þú sért að tapa tækifærum til þess að fá einhverjar aðrar jafnvel betri útfærslur. Og að sömuleiðis að lýsa þá bara svona hvernig fyrirkomulagið er í dag hjá fyrirtækinu. Er þetta nýja lausnir sem að verið þjónustu sem verið að sækjast eftir, eða taka yfir þjónustu sem er þroskuð og vel útfærð í dag, eða er fyrirliggjandi að það þarf að gera verulegar endurbætur, úrbætur á kannski einhverju ferli, það verður útvista ferli sem er brotið og þarf endurbætur við. Þetta er allt upplýsingar sem er mikilvægt að ná vel utanum áður farið inn í svo ferli með þjónustu veitendum. Síðan þegar kemur að sjálf svona valferlinu, það að fara að velja þjónustuaðila, þá náttúrulega skiptir gríðarlegu máli hvernig valferlið fyrirtæki ætlar í eða þarf að fara í. Snýst þetta það bara að fara til aðila, þú veist hvað þjónustuaðila þú vilt fá til verksins, og þetta snýst meir það að svona eins og segja nánast panta vöruna eða setjast niður með honum og stilla bara af hvernig þjónustan á að vera framreidd, eða er þetta þjónustu sem þú getur farið og leitað til nokkur aðila, þess að þú leitar eftir tilboðum frá nokkurum aðilum, eða þarf að fara í formlegt útboð eins og algengt er með opinberar stofnanir. Og það hefur gríðarlega mikið áhrif á hvernig ferlið er sett upp. En það sem er kannski sameiginlegt með mismunandi leiðum er að lykilatriði er að koma þessum upplýsingum vel til þjónustusala og tryggja það að hann skilji hvað þú ert að ná fram. Og miðla eins og segja þessum upplýsingum ekki bara tæknilegum kröfum þar sem þú vilt fá, heldur svona þessum viðskiptalegum markmiðum sem að þú vilt koma til skila. Það sem að reynir svo oft kannski heilmikill hausverkur er að sérstaklega þegar farið er eftir að leita eftir margra tilboða eða í útboðsvinnu, það er að bera saman og meta mismunandi lausnir, og það er mjög mikilvægt að menn leggja svolítið inn í það og skilgreinir fyrir sig aftur hvað skiptir mestu máli. Þarna eitt er hvernig mismunandi þjónustu mæta það bara þeim kröfum sem verið að leggja fram. Verð skiptir alltaf máli, þó að það þurfi ekki að vera lykilfaktor, og reyndar í mörgum svona þegar leitað er eftir þjónustu þá
þá getur verið mjög hættulegt að einblína of á verð eða einingaverð í einhverjum þjónustum þar sem eru margar færibreytur sem hafa áhrif á endanlegt verð og sömuleiðis skiptir þarna miklu máli bara upplifun og reynsla af þjónustaðanum. Það er að segja, hefur fyrirtækið einhver sambönd og reynsla af því að eiga samstarf við þjónustaðalann, nú leita umsagnar. Þetta í sjálfu sér, ef að það er verið að sækja þjónustu sem er eitthvað meira heldur en bara svona mjög afmörkuð skýjaþjónusta eða eitthvað, heldur það sem að þú leitar eftir einhverju samstarf og þú vilt fá einhver frumkvæði og proaktivitet frá þjónustaðalanum sem oft eru sérstaklega þegar verið er að vinna með kannski útvistun á svona grunn kjarnakerfum með öðru, þá ertu að velja þér samstarfsaðila og þetta er ekki hilluvara sem þú ert að finna, þú ert að finna þér samstarfsaðila og þetta er svona kannski ekkert mjög langt frá því ferli sem að þú horfir í gegnum þegar þú ert bara að ráða fólk í vinnu. Það eru þarna bæði þið þarf að líða vel með að fara inn í samstarf með þessum aðila og síðan kannski núna það sem er mikilvægt að huga að þegar maður er að meta eins og til dæmis verð, það er hvaða áhrif hefur hvernig mun samningurinn þróast. Nú eru til dæmis í sýndarumhverfi og skýjalausnum að þá er gjarnan brotið niður, til dæmis að kaupa sýndarvélar sem eru brotnað niður, þú ert að kaupa örgjörva, þú ert að kaupa minni, þú kaupir gagnamagn og síðan þroskast og breytist umhverfið, hvort fjölgar vélunum eða gagnamagnið eykst eða rýkur upp, hvað áhrif hefur þá samningin? Og þetta geta verið ansi skemmtilegur útreikningar ef þú ert að meta nokkur tilboð að sjá hvernig mismunandi samningar þróast yfir einhver tímabil. Þannig að þetta eru svona hluti sem menn þurfa að setja niður fyrir sig og síðan náttúrulega bara passa upp á að halda athygli á aðalatriðin. Það er sérstaklega ferlið orðið langt og þreytt þá er oft tilhneiging til þess að missa fókusinn yfir á einhver kannski atriði sem að í upphafi menn hefur verið sammála að væri smáatriði en er allt í orðin einhver krítísk stórmál sem að allt snýst þegar þú ert komin lengri inn í ferlið. Þetta þekkjum við sjálfsagt flestir sem hefur verið í einhverjum svona ferlum þegar maður fer að stað að kaupa sér íbúð eða eitthvað, að maður setur sér einhver mynd í upphafi og svo þegar maður er búinn að ganga út allt þá snýst þetta allt eitt herbyggi eða eitthvað sem var ekkert atriði í upphafi. Og síðan er henni kannski loka skrefið eða frágangurinn þegar kemur að samningagerð og innleiðingarferlinu að þá er bara það að tryggja að bæði þjónustaðili og kaupandi séu svona á sömu bylgjulengd og skilji bara hlutverk og væntingar hvers annars. Það er ekkert endilega jafn sjálfgefið og það hljómar í upphafi, þannig og þetta er sennilega megin ástæðan fyrir svona súrnun í viðskiptasambandi. Það er bara að það er svona það er ekki samræmi í þessum væntingum, en búast við meiru af samstarfsaðilanum heldur en að heldur en að mótaðilinn reiknaði með að væri búist af sér. Og þannig það er þetta væntingagap og það er bara mjög mikilvægt að fara vandlega yfir það í samningagerðinu og síðan fara vandlega náttúrulega í gegnum samningsákvæðin og þarna eru svona hlutir eins og bara eignarhald á gögnum ef að setið færið öll upplýsingakerfin og þar með öll gögn fyrirtækisins inn í annað umhverfi þá er gríðarlega mikilvægt að það sé tryggt og það sé ekki hægt að takmarka aðgengi
og að gögnunum með einhverjum hætti og hindra það í hvað sem það út af einhverjum ágreiningsmálum með einhverju öðru. Nú aftur náttúrulega þjónustu viðmiðin og að þau séu svona í samræmi við þær kröfur sem sem að lúta þjónustunni og síðan ýmis svona riftunarákvæði því að það oft sem maður sér í svona þessum skilmálum að riftunarákvæðin geta verið mjög snörp en maður þarf að huga líka því ef að til þess kæmi að samningi slitið, hvernig þá útgönguferli? Það tryggt að það sé gerlegt? Maður þurfi ekki að hlaupa út með allt umhverfið sitt á einhverjum fáeinum dögum. Og það bara mikilvægt að vanda til þessara verka, vonandi kemur aldrei til þess og vonast til þess að kom aldrei til þess að menn fari að rýna þennan texta mikið meira heldur en bara þegar verið að skrifa hann, en ef hann rifinn upp þá það sennilega af því að það eitthvað vandamæli gangi og þá gott að vera búin að leysa það áður en áður en það kemur upp. Og síðan kannski það sem að við komið að það bara að innleiðingarferli sé vel skilgreint, bæði að í undirbúningi, framkvæmd og svo eftirfylgd. Og þetta á kannski sérstaklega við ef það ef þetta hefur mikil áhrif á starfsemi, starfsmann eða svona í rauninni svona element sem að lúta svona breytingastjórnun, að það sé passa vel upp á að fylgja verkefninu vel eftir og náttúrulega aftur eins og alltaf kringum breytingastjórnun að það sé stuðningur við innleiðingarferli og skilningur og stuðningur bæði meðal stjórnenda og starfsmanna og þar kannski kemur eins og segir væntingastjórnun þvert í gegnum þetta allt saman. Eins og ég segi, þetta eru bara svona það er bara eins og öllum verkefnum fjölmörgir þættir sem þarf að huga. Það sem einkar áhugavert við bara umhverfið í dag að þjónustu framboðið sem að íslenskum fyrirtækjum og stofnunum stendur til boða hefur þroskast gríðarlega á svona undanförnum árum. Við sjáum bara betri tækni í sýndarvæðingu og öflugri búnaði hefur gert það verkum að svona stærðarhagkvæmni og annað gengur í rauninni miklu breiðari tegunda og sérstaklega nær að skalast meira niður þannig að minni fyrirtæki geta náð þessari stærðarhagkvæmni. Gagnaverin okkar hafa náttúrulega svona sett alveg nýja vídd inn í þetta umhverfi og síðan hafa þjónustaðilar eins og Advanía bara þroska lausnaframboðið sitt gríðarlega vel. Þetta orðin mjög öflugar þjónustur með mjög skilvirkum og faglegum ferlum, þannig að gæðin í lausnunum eru bara orðin svo miklu meiri heldur en að þau voru áður og síðan eins og segja skýjaþjónusturnar tilkoma þeirra hefur gert það verkum að innlendir þjónustaðalar eru í samkeppni við alþjóðleg fyrirtæki, bæði stór og smá og allt gagnast þetta íslenskum fyrirtækjum og stofnunum í því forma að þjónusta sem okkur stendur til boða er orðin bara þroskuð og öflugri. Þetta eru svona megin punktandi sem ég ætla að fara yfir í dag. Ég hendi þarna inn bara í glæru setti ykkur link á það sem meðal annars einhverja skýrslur og annað sem að þið geti flett upp eða en annars þakka ég bara fyrir mig. Morgunverðarfundir Advanía. Þekkingarmiðlun á heimsmælikvarða.